Sæl og blessuð og velkomin í Húbla podcastið. Ég heiti Harpa og með mér í dag engin önnur en Herdís Pála Pálsdóttir sem mannustjóri í Deloitte. Það má segja hún sé fræðimaður. Hún er mjög vel að sér í þróun vinnumarkaðar og hvernig svona þróun hefur verið síðustu ár og hvert við erum að fara inn í framtíðina. Bara velkomin Herdís. Takk. Rosalega gaman að vera með þér. Takk, gaman að vera hérna með þér. Takk Það er fyrir að bjóða mér. Já, bara gaman. Þú ert búin að vera að gera svo ótrúlega margt. Ég hef nú fylgst með þér alveg í nokkur ár og þú hefur verið svolítið hérna á íslensku vinnumarkaði svolítið svona leiðandi í að, ef ég má segja, að mínu mati, Takk fyrir það. svona leiðandi í að koma með svona straum og stefnur og svona kynna fyrir Íslendingum kannski svolítið svona hvað er að gerast þarna út í heimi og hvert svona þróunin virðist vera að fara í. Já. Sko, ég held að sé svolítið sko, í grunninn er implementað grunnskólakennari Já. og það er svolítið svona grunnelementið mitt er svolítið að miðla. Já. Og ég hef rosalega gaman á að lesa sjálf og ég hugsa alltaf, okkur ég alltaf að lesa bara til þess að láta það stoppa í kollinum á mér sko. Þannig að ef ég get látið að flæða einhvern veginn áfram til annara og svona, já, ég hef svona, ég veit ekki hvort ég að segja þessi ótti, en þú veist, ég er mjög meðvituð um það að passa upp á það að staðniki. Og það er rosa auðvelt að mér finnst nú svo, að tíminn líður bara svo hratt og þú veist, ég mín meistaragráði til dæmis skorðin rúmlega 20 ára gömul. Þannig að og þetta verður bara pappír í einhverju ramma og úrelt en maður er ekki alltaf að halda sér á tánum. Þannig ég hef bara lagt mig fram við það að vera duglega að halda mér við og reyntilega verður maður njóta þá í leiðinni. Já, bara frábært viðhorf. Þetta er nefnilega akkurat held ég með menntun, það er þessi símenntun sem skiptir svo miklu máli. Algjörlega. Og auðvitað erum við sjálf, þurfum við alltaf að vera svolítið meðvitið um þetta og ég held að vinnustæðir séu líka meira og meira meðvitaðir um að þeir þurfa líka að styðja fólki sitt svolítið í að halda sér við og til að halda í fólkið. Já, en það sem ég ætla samt að fá að vera svo bjartsýnar. Já. Ég ætla samt að fá vitni nýlega rannsókn, einmitt frá Deloitte, reynda Deloitte sem sagt globally, að þar eru stjórnendur spurðir, sko, svona hvað þeim finnist um hæfnið sem fólki er að býra yfir. Og þá eru, sko, tala um eitthvað rúma 80% sem telja að starfsfólk þeirra þurfi á næstu 5 árum að algjörlega svona að rískilla sig eða endurnýja hæfnisetti sitt. Og svo voru þeir spurðir og eru þið þá farnir að setja annarkvort aukinn tími eða aukið fjármagn í að hjálpa fólk að rískilla eða endurmentast, símentast. Og það voru tæp 20% sem sögðust það var sett auki, ég held að vera 17% sem sögðust þeirra farnir að setja annarkvort aukinn tíma eða aukið fjármagn í að hjálpa fólk í þessu. Já. Þannig að sko, jú, ég held þeir viti það að þessu nöðsynlegt en ekkert endilega farnir að gera það sem þarf til, sko. En hvað heldur að þeir hugsi þá bara, já, við skiptum út fólki þar ört eða veist, hvað? Ég held bara, sko, ég veit ekki hvort að það var orðið útflutningur á þetta reddast viðhorfin okkar eða eitthvað, ég held nú ekki, þetta var nú alþjóðlega rannsókn. Ég held bara, ég veit ekki, það er erfitt að dráleita, en ég held sko, svo tíminn líður bara svo hratt og 5 ár finnst öllum vera, sko, það er bara þarna í framtíðinni, en samt vita allir að 5 ár reynast því á morgun, sko. Og svo er það náttúrulega hitt að því ef þetta kostar tíma og fjármagn og það er allir að, sem er í rekstri, að hugsa rekstrarniðurstöður og en ég held að þetta snúist ekki að menn ætla að skipta fólki út. Nei. Vegna þess að menn eru líka að tala um að, þú veist, jafnvel fari bara að vanta fólk, sérstaklega fólk svona með þessa tilteknu réttu hæfni, réttu þekkingu. Þannig að núna kannski bara þá tækifæri fyrir fyrirtæki að gera þessi í brók og fara svona að huga betur að þessum málum. Já, ég myndi segja það, sko. Og allavega við vitni þessar tölur, það er þetta eru vissu erlendar tölur. Ég veit ekki hvernig þetta væri, ef þetta væri gerða rannsókn á nákvæmlega þessum spurningum, en ég myndi halda að það væri allavega ekkert mikill munur. Nei, þetta er nefnilega svolítið merkilegt. Ég hann að raka augun í rannsókn sem var gerð 2019 að þróun vinnumarkaðar, hvernig var séð einmitt held í 5 ár fram í tíma með minnir og niðurstöður voru birtar, eða það var sýnt hvernig staðan var þá, þarna 2019 og svo hvað var áætlað þarna eftir 5 ár. Já. Og það sem var áætlað eftir 5 ár, það er bara komið. Af því að COVID flýtti í raun þróuninni svo gríðarlega mikið að Ég segi sko, ég er náttúrulega, eins og þú sagðir, ég er náttúrulega lengi búin að spá í, þú veist, hvað er að fara að gerast, af því ég vil alltaf reyna að vera aðeins tilbúin og undan. Og ég meina,
þú veist, það langt sinni ég byrja að tala þú veist, fjarvinnu og þú veist, og ekki það ég hef fundið það upp, ég ætla ekki alltaf því fram, sko, en þú veist, lengi búin að tala þetta og okkur, þú veist, fólk þurfa endilega að mæta á tiltekinn stað til þess að vinna, sko, en það allavega eitt af besta sem kom út úr COVID, að mínum mati, að það flýtti mörgum svona hugmyndum, af því þetta var kannski oft ótti bara, sem að komi í veg fyrir að, eða vanafesta, kannski, að fólk held að var áfram bara að vinna eins og var vant. Þarna voru allir svona neyddir út í að breyta og sáu það var bara ekki træðilegt og jafnvel bara nokkuð gott, sko. Nei, það er náttúrulega örgulega, maður skynjaði alveg í byrjun að þetta var hræðsla, að missa svona mikið af fólki út úr húsi og svo bara reyndist þetta bara svo miklu betra heldur en fólk svona þorða að vona heldur. Já, það eru margir sem að fatta það núna og þetta er svona stólin setning hjá mér, sko, að vinna er það sem við gerum en ekki hvar við erum. Þannig að það skiptir kannski ekki öllu máli hvar við erum en það skiptir meira máli hvað við gerum. Nákvæmlega. Og en auðvitað er þetta ekki alveg alltaf einfalt, ég meina þú veist þetta er svolítið fyrir eftir verkefnum og margir segja að þetta er ekki hægt í öllum störfum og svo framvegis, en þetta er hægt í fleiri störfum heldur en fólk endilega átt að sjá, sko. Já, það er náttúrulega helst svona kannski þessi svona verkstörf, störf og rannsóknarstofum, störf í framleiðslu, þar sem er í raun tæki og tól á staðnum sem er ekki hægt að vinna með heima hjá sér. Og sem stingur ekki í vasann, sko. Já, sem stingur ekki í vasann. Einmitt. En það er sko, sem leiðir okkur að svona öllum þessum pælingum fjarvinnu. Já. Og kannski líka þetta, margir hugsa fjarvinna jafnt og þú veist að vinna heima hjá sér. Á meðan mér finnst fjarvinna vera, þú getur bara að vinna hvar sem skilurðu. Kópaskeri eða Kongó, skilur þú getur bara, sérstaklega þessi vinna bara gegnum tölvuna sína, sko, það á ekki að skipta öllu máli hvar þú situr. En en það er að mörg að huga því að sérstaklega svona vinnustöðum sem eru aðeins stærri og það er einhver svona, það eru svið og deildir og það eru viðskiptavinur og það er starfsfólk og það eru byrgjar og það eru alls konar hagsmunaaðilar í þessari súpu allri, sko. Algjörlega. Og svo ef ég leyfi mér aðeins að alhæfa að margir hafa svona teiknað upp fjarvinnustefnu og byrt það á innrændinu og ytravefnum og jafnvel eitthvað svona PR út frá því og bara öllum frjálst að vinna heima og jafnvel þú veist farið eitthvað styrk og getur keypt skjái og lyklaborð eitthvað svona. Og aftur er ég aðeins að svona að ég hef ekki skoðað náttúrulega alla vinnustæði en ég hef sér færri tala að þeir hafi lagt svona í það sem ég held að sé nauðsynlegt. Þú veist það er að greina í rauninni störfin eða verkefnin og fólkið og alla þessa hagsmunaaðila í súpunni, sko, og greina þetta út frá annars vegar staðsetningu og hins vegar tímasetningu. Af því ef þú segir bara, þú veist, nú með allir vinna heima, en svo er kannski einhver verkferill hjá þér, eða einhver regla, stefna, verkferill, eitthvað á vinnustæðinu sem að krefst þess að þessi tveir þurfa að vera á staðnum á sama tíma. Eða það er bara þessi eini sem eru heimil til að afgreiða svona beðnir eða eitthvað, skilur, og það þarf að gerast hér á staðnum. Mjög algengt að það er ykkur í ferlar sem og þá er svona, þá þið ekki bara að segja, þið með öll vinna heima þegar ykkur hendar. Það er að greina hvar eru mögulega gæti myndast flöskuhálsar og hvernig ætlum við að segja, ok, þessi kannski getur vinna heima bara alltaf þegar honum hendar, en þessi, við verðum að gefa honum minna svigrúm út frá, þú veist, bara eðli verkefnana eða samskiptum annarkvæmst í ytri aðila. Þannig að mér finnst svona, ég ætla ekki að vera mjög neikvæð, en ég held að þurfi stundum að leggja aðeins meiri vinnu í þetta, heldur en svona, ég hef heyrt af að fólk sé að gera. Já, maður svona, þetta er svolítið athyglisvert, þú veist, ég rak hérna augun í grein hérna þar sem var verið að lýsa hvernig þetta gert hérna hjá Google. Já. Sástu það? Nei, ekki. Fyrsta greinin var, þar var starfsmaður að kvarta í raun yfir því að laun, þegar hann fór í fjarvinnu og flutti í eitthvað annað fylki í Bandaríkjunum, þá voru launin lækkuð eftir því sem hann fór lengra frá höfuðstöðunum og honum fannst þetta mjög ósanngjarnt af því að hann var í raun alveg að vinna sem við vinna þótt að væri að vinna aðeins lengri í burtu og fyrst svona sýndist mér þá Deloitte, nú er ég bara með Deloitte og þig Google ekki slæmt að vera búið saman við Google heldur en allavega þá fyrst svona neitaði Google aðeins fyrir þetta, voru ekki alveg tilbúnar að svona gefa þetta upp við fjölmiðla
En svo komu Google fram með að þetta umverulega svona, að það stefnan hjá þeim að eftir því sem þú flytur lengra frá höfuðstöðunum að þá Já. og það í raun kannski líka eitthvað út frá sko cost of living á þessum stöðum og ég sá einhverja grein, ég held að ekki svona hljómar sem ekki verið alveg saman, það var samt komin á þetta að þau nota þessi rök að þú flytur á svæði það sem lægra cost of living að þá ætlir að borga lægra og maður getur svona tala sig með á móti í alls konar rökum með þessu en það náttúrulega oft þannig að laun og sérstaklega svo fyrir COVID að þú veist, laun til dæmis í New York ákveð há af því það bara hátt cost of living. Já, en það kannski svolítið svona, ég myndi allavega ekki ganga upp á Íslandi. Nú vitum við að húsnæðisverður ódýrara til dæmis að Selfossi heldur en Reykjavík. En ég held að kæmist engir íslenskir vinnustæðar upp með að borga einhverjum sem flytta Selfoss lægri laun. En þetta náttúrulega bara spurningum samninga og stéttafélög og svo framvegis. Og kannski líka stærð samfélags. Þarna erum við að tala um svona milljónasamfélag. En þarna þurfum við að spá sko, fyrir hvað erum við að borga. Sko. Og ef við erum að borga fyrir framistuð og fyrir ákveðum verkefni séu leyst, þá náttúrulega skipta máli hvar það gert. Akkurat. Og en þú veist þess að segja að það fara með þessu umræði alls konar áttir. Sko. Já, ég held þetta sé bara núna mjög svona áhugaverði tímar sem við erum að upplifa núna varðandi þetta á vinnumarkaði. En ef við tökum þetta í Ísland, þú veist, held ég bara að stéttarfélagsaðild er mjög há og mun herri heldur en bara, þú veist, held ég bara nánast alls þar annars þar, sko, tala nokkuð ef við Google í Bandaríkjunum, sko, að stéttarfélagsaðild miklu herri hér, þannig að fyrirtæki myndi ekki komast upp með þetta hér sko. Nema þá hreinlega þeir settust niður með starfsmanninum og endur semdu við hann. Þá bara spurning hvort að starfsmann skrifar undir það eða ekki. Svo erum við auðvitað komið jafnlaunavottun og annað sem að gerir þetta bara, auðvitað stendur svolítið vörðum svona réttindi. En það náttúrulega kannski margt sem að þarf að endur hugsa bara yfir höfuð í launamálum og launasetningu og fyrir hvað verið að borga. Af því að þú veist, ég hef líka séð greinar og meira svona fabuleira með það, ég meina á mögulega, kannski með 2 einstaklinga innan gæsa bara jafn hæfa, ef þetta að leggja eitthvað þannig mælist eitthvað á það. Annar með eitthvað mjög öflugt tengslanett sem að þannig hann hefur aðgengja fólki sem eitthvað gæti gagnast vinnustæðnum. Ef við þá mögulega borga honum lítið herri laun af því hann kemur eitthvað svona ekstra valjú með sér inn á vinnustæðin. Á meðan hinn sem kannski með minna tengslanett, en þeir eru samt kannski að fara að vinna það sama. Þú veist, þannig að fyrir hvað verið að borga. Þú veist, það gæti einhverju valið að borga en þessum sem betra tengslanett herri laun og haft það bara sem einhverja kríteríu. Og þannig að þú veist þess að segja fyrir hvað verið að borga og allt bara hvernig við hugsum laun. Við erum rosa ofta að hugsa laun sko sem krónur fyrir klukkutíma og þó ég hafi fagnað mjög síðustu samningum þar sem var samið styttingu vinnuvíkunar og þú veist að gera vinnumarkaðan fjölskylduvænni, þú veist ég bara gæti ekki fagna því nóg, en þar var samt svolítið svona verið að tala að eins og eitt stéttarfélag nú getur þú unnið 9 mínútum styttra á dag og ég verð að segja svona fyrir þekkingarstarfsmenn allavega og jafnvel út fyrir það, þá fannst mér þetta svona já, ég kannski að segja eitthvað sem ég ekki að segja núna en ég ætla að segja samt. Þetta nánast móðgun, skilurðu. Af því fólk sem búið til eitthvað brjálæðast það mikið virði með sínu hugviti eða sínu reynslu og þekkingu og að fara að mæla það einhverjum 9 mínútum, skilurðu. Akkurat. Þannig að eða þá hitt að þú með 2 starfsmenn sem að vinna sama verkið og annar bara mjög effektífur, skilvirkur, fljótur, tæknilega fær og hann klárar sitt alltaf undir hefðbundinni vinnuskyldu og þá fyrir að tróða á hann einhverjum auka verkefnum sem hann annarkvort ekkert góður í, hefur ekkert gaman af mögulega alltaf dýr til að sinna en hann þarf að fylla upp í vinnuskylduna. Svo annar sem óskilvirkur og hægur og ekki nógu góður teknilega, hann lengur. Þá fyrir hann mögulega borgað yfirnu. Skilur þú? Það er náttúrulega ekki... Nei, þannig ég segi þess að margt við laun og störfa framist og allt það. Og sérfræðingar kannski passa ekki alveg heldur inn í þessa mynd held ég. Nei, en það kemur samt þetta, þú veist að við erum með þú veist að við erum þess að hafa stéttarfélagsaðild og þá fólk svolítið oft að horfa til það sem segir í kjarasamningum og það alltaf mjög oft vísa til vinnutíma þrátt fyrir að fólk sé fara að semja launin sín sjálft og þrátt fyrir að vitum að eftir því sem tæknin fleið fram þá eru mörg störf þannig að þú getur listi á styttri tíma.
Þannig að það er bara þessi segja svo margt við Já, þetta það er allt saman margt sem í þetta svona endurhugsa. struktúr og það sama líka við svona hvernig fólk vex í starfi finnst mér. Já, Þú veist, eins og til dæmis svona þessir sérfræðingar sem vaks upp í að verða stjórnendur, þú veist, í staðan fyrir að búa til, þú veist, það er talað um þetta snowflake kerfi þar sem að sem raun sérfræðingar geta bara vaksið upp í bara ábyrði á verkefnum í staðis að verða endilega stjórnendur og Sko, það er alltaf hangið saman því að skiprit eru svona almennt að fletjast út. Ekki algilt, en svona almennt er það nú að gerast svona. Og þannig að píramídin verður flatari og þá er færri skref, það eru færri tröppur sem þú getur klifið upp. Þannig að þá verður einhvern veginn að leyfa fólki að vaksa faglega og jafnvel að hækka í launum án þess að það sé að fara upp einhverja tröppur. En svo kemur hitt náttúrulega líka margir sem hafa klifrað upp þessar tröppur, koma svo eitthvað upp í stigar og fatt þetta er hundleiðilegt. Þetta bara er ekki þeirra, þeim líður betur bara í sinni sérfræði kunnáttu og þá bara blómstra þar. Þú þarft ekki að googla lengi til þess að finna greinar, af vísu hef ég ekki fundið á íslensku en erlenda greinar bara how to climb down the corporate ladder. Þú veist hvernig komast niður en að stiga aftur. Á þess að missa sko. Já, aðeins að missa einhverja virðingu eða fólk halda að þú hefur eitthvað brotið af þér eða þeir hafa mistekist eða eitthvað. Og það er bara einhvern veginn ekki nægilega mikið respekt eða virðing borin fyrir því. Hvað er það? Manstu svona einhverja punktu þessu eða? Hver er svona helstu punktarnir í þessu? Meinar með það að bara svona niður og góðan hátt? Sko það er náttúrulega bara þetta að reyna að sannfæra aðrir það að þetta verið þitt val. Og að þetta að þú hafi sért að velja frekar heldur en að þú sért að gefast upp á einhverju eða þeir hafa verið sagt upp, þetta verið þitt frumkvæði. Og ég held að þarna geti alveg verið mismunandi bara eftir menningu, þú veist, hvort að fólk trúir þér. Ég hef myndi halda á Íslandi ef að einhver sem hefur verið forstjóri segir alltaf, mér langar bara allt eins og verða sérfræðingur aftur. Þú veist, það er örugglega alveg einhverju sem myndi trúa því, en það er líka örugglega einhverju sem myndi ekki trúa því. Af því við berum einhvern veginn ennþá það er einhvern veginn svo eftirsóknarverðara að vera, þú veist. Það er svo, við sko samsvörum okkur svo sterkt, þú veist, persónun okkar við það hvað við gerum og hvað við störfum við. En svo er það líka, sko, ég þekki mann sem hafi verið forstjóri og ákvaða hætti að vera forstjóri og fara að gera allt annað. Og ég heyrði fólki sem við þekktum bæði sem sagði mig að hann á bara ekkert breyk aftur í íslenskt atvinnulíf. Hann bara getur aldrei aftur orðið forstjóri, ég meina hvað er hann að hugsa að fara forstjóra starfi í eitthvað svona? Og ég sagði, hann verður miklu betri forstjóri ef hann hefur einhvern veginn ákvaðið að vera forstjóri aftur, þá verður hann miklu betri, ekki þannig að vera slæmur áður. Af því þarna var hann búin að fara að læra nýja hluti, þú veist, reyna á sjálfan sig upp á nýtt, þróa ákveðna styrkleika, öðruvísi og svo framvegis. En við erum bara stundum svo þröngsýn í hvernig við hugsum sem kemur aftur inn á þessa hugmyndafræðin sem við höfum að leika okkur með þetta völundarhús tækifærana að tölum við það sko. Já, þetta er ekki lengur eitthvað bein braut. Þú getur farið úr því að vera forstjóri, yfir að vera giggari og ég vera sérfræðingur, vera sko launþegi eða sjálfstæðsstarfandi. Þú bara velur það sem hendaði hverju sinni. Býður til þín eigin corporate letter, það er ekki endilega þessi engin uppskrift, nei. Og aftur sko, því ég man eftir því og þegar ég var að læra mannustjórnun á sínum tíma og svona fyrsta árunum að þá var svona, þú sást fyrirskrá sem einhverju hafi verið sjálfstætt starfandi og hann var að sækja starf. Þá var oft svona viðkvæði, það þýðir ekkert að ráða þennan eða þessa því að þau mun aldrei láta stjórn búin að vera sjálfstætt starfandi og þetta er bara ómögulegt fólk og það er ekki bara að leita sér núna vinnu til þess að fara að koma að hafa eitthvað náðugt hérna hjá okkur eða eitthvað svona sko. Á meðan í dag hugsa fólk frábært að fá einhvern sem hefur verið sjálfstætt starfandi því það er fólk sem hefur alla jafna sko kröftugt og skapandi, vant að standa í einn fótum, finna nýja leiðir, úrræða gott og svo framvegis sko. Og fínt að fá þannig fólk inn í vinnu. Þannig að sem betur fer erum við að breyta hugmyndum okkar. En segðu mér aðeins frá völundarhúsinu. Það er náttúrulega æðislegt, bara mjög áhugavert, bara langar bara að heyra þig segja frá þessu. Sko það var nefnilega svolítið skemmtilegt að því ég er búin að vera, eins og ég sagði á hann, í einhverju ára að velta svona framtíðin fyrir mig, hvað er að gerast á vinnumarkaði. Og ég var svona farin að finna, þú veist að bara, og ég er búin að vera í mannismálum og stjórnum frá árinu 2000 og mér fannst eitthvað svona módeli sem voru að vinna eftir einhvern veginn og svo hugmyndir fólks, þetta var árið eitthvað svona meira og meira, fannst mér alltaf svona gap á milli. Þannig að ég svo hugsa að það hlýtur eitthvað að fara að breytast og svona fyrir að byrja að skoða þetta og byrja að skrifa greinar þetta eitthvað svona kringu 2015 og alltaf eitthvað svona þess að spá í þetta og svo fyrir svona ári síðan eða ég man ekki nákvæmlega hvað, pluss mínus ári, þá hringir nýmun Árilíu Eydís, doktor Árilíu Eydís sem er dósent upp í HÍ
og hún var sem byrja að skrifa bók sem hún ætlaði að hafa bara verkefnadrifna hagkerfið, gig economy. Og nema svo langaði hann að útvíkka bókina og fá einhvern til að skrifa með þessi sem væri kannski búin að vera að praktisera þetta. Hún svo sem búin að vera að kenna þetta náttúrulega í mörg ár og stúdera þessi framtíðafræði og leiðtogafræði, breytingarstjórnun og svo framvegis. Þannig að við ákváðum að tíma upp og skrifa þessa bók. Þannig ég kemur svona kannski praktikina að vera mannauðsstjóri og ráða fólk og hugsa starfsþróun og allt þetta. Og við fundum það mjög fljótt þegar við vorum að leita okkur efni og svona eitthvað til að vísi og heimildir og svo framvegis að okkur langaði að gera íslenska rannsókn sem við gerðum. Þannig að við tókum fjölmarga rýnihópa meðal fólk sem að gigga eins og við köllum eða starfa sjálfstætt. Og bæði þeir sem voru fulltime í því eða eingöngu því og svo þeir sem voru að gigga svona samhliða föstu starfi. Við töluðum við stjórnendur nokkura stærstu fyrirtækja landsins. Við töluðum við forystumenn úr verkalýðshreyfingunni eða stéttarfélögum. Og svo gerðum við líka stóra rannsókn meðal mannesfólks og fórum að spá, eru allt það sem að lesa að gerast út í stóra heimi, þetta að gerast hér líka? Já. Af því að oft þegar maður að tala þetta þá er alltaf sagt, já, þetta er bara eitthvað svona í útlöndum. Gerist ekki hér. Nei, og við erum alltaf öðru sem við erum svo spes, en það kom sérst alveg í ljós í þessum rannsóknum að það eru fleiri og fleiri sem vilja starfa sjálfstætt og það voru mörg skemmtileg komment sem komið fram í rýnuhópi meðal fólk sem var að starfa sjálfstætt. Og sem skoruðu kannski svolítið hólm svona gamlar hugmyndir. Já, eins og hvernig? Til dæmis kom svona komment eins og einn giggarinn sem sagðist aldrei hafa upplifað jafn mikið atvinnuöryggi eins og eftir að hann fór að starfa hjá sjálfum sér. Hann hafði verið semst launþegi áður og giggað svona samhliða og lendi svo í því að vegna samdráttar að vera sagt upp starfi. Og þá fattaði hann það að sem launþegi þá eru þetta alltaf hægt að segja honum upp. Þannig að hann ákvað bara að þróa giggin sín eða þetta sem hann hafði verið að gera samhliða aðeins lengra. Og sagði ég hef aldrei upplifað eins mikið atvinnuöryggi að því við langflestir trúa því einhvern veginn að mesta öryggi sé að vera launþegi. Og það var svona eitt sem ég fannst athyglisvert. Það er svona skorar á hólm svona gamla mýtu ég held við viljum vel trúa þetta. Og svo var svona alls konar komment, einhvern sem sagðist vera bara leiður á að taka þátt í svona vinnustæðapólitík eða vilja bara geta stjórnað hvar hann eða hún á hverjum tíma, taka sér verkefni sem þeim finna skemmtilega en ekki láta fylla upp í vinnutíman með einhverjum við skemmtilegu verkefnum. Þannig það voru alls konar rök sem komið fram hjá giggurunum fyrir því að þeir veldu að gera þetta. Já. Og svo sögðu margir... Hvernig fólk var þetta? Hvernig sérfræðingar að ráðgjafa? Þetta var alls konar. Þetta var fólk úr listageranum, þetta var fólk úr fræðslugeranum, þetta var markaðsfólk, iðnaðarfólk, þetta var bara alls konar. Alls konar sjálfstætt starfandi einstaklingar. Já. Og svo vorum við að spyrja stjórnendunar úr stóru fyrirtækjunum hvort þeir væri yfir höfu að nota giggara og hvort þeir getur hugsað sér að gera meira eða minna og hver verið reynslan af því og svo framvegis. Og þá kom líka alls konar skemmtileg komment og einn stjórnandi tók mér þess að svo stórt til orða að hann sagði eftir 30 ár þá verða allir farin að vinna hjá sjálfum sér. Og það leiðir okkur að hugtæki sem við leikum okkur líka svolítið með í bókin sem markaðstorg þekkingar. Þetta verður svona spurningum að kaupa og selja þekkingu eða reynslu eða einhverja hæfni. Og svo voru aðrir sem sögðu svona, já, getur hugsað sér og væri að nota giggara og getur hugsað sér að gera meira af því að með því að fá giggara þá væri þeir að fá einn svona fersk sjónarhorn, einhver sem var ekki litar af innanhús tengslu með menningu og getur svona komið inn og unni svona svolítið hlutlausara. Og þannig að það voru svona, alls konar. En þá velti maður líka oft svo fyrir sig, talandi um þetta öryggi og hvað gerist ef giggari verður lasinn og þar veikindaleyfi og hann bara algjörlega réttindalaus og svo framvegis. Og við kynntum okkur það til dæmis hvað að gerast á Norðurlöndunum og líka svo sem í Bandaríkjunum og víðar. Og það svona, það hafi verið sett lög í sumum fylkjum Bandaríkjanna það sem svona fara að tryggja giggurum ákveðin réttindi. Við fundum líka í Danmörku til dæmis að það farið að giggar hafa veikindarétt og orlofsrétt og þeim tryggð svona eitthvað umfram. Þetta svona einhvers konar hybrid nálgun þá væntanlega. Já, en það og rökin kannski svolítið þau að ef að giggar hafa engin réttindi og svo kemur eitthvað upp á og þá kannski leitar í þetta gamla skjól sem þeir trúa sér skjól og þá tapa fyrirtækinu því þá hafa ekki lengur aðgengi að nógu mikið af góðum giggurum.
af því þeir eru farin í skjóli. Þannig að fyrirtækir í sumum löndum farin að áttast á því að vilja tryggja giggurum ákveð réttindi til þess að hafa áfram aðgengi að góðum giggmarkaði. Af því þetta hjálpar fyrirtækjum oft með sveigjanleika og eins og sagði að fái nýjar hugmyndir svo framvegis. Það getur verið tímabundið verkefni, árstíðabundnar sveiflur og svo framvegis. Þannig ef þú hefur ekki aðgang að fólki þegar þið vantar það, þá náttúrulega leitar það einhvers staðar það sem hefur afkomu, betri afkomu, jafnar eða betri afkomu. Það voru reynda margir giggarar sem sagðist hafa meiri tekjur sem giggarar heldur en getur nokkuð að fengi sem launþegar. Það var svo sem mismunandi milli þeirra, en það voru margir sem töluðu þetta. En það er kannski þetta og þau töluðu líka það frá stéttarfélögunum að við þyrftum að fara að huga að því hvernig við horfum til þessa hóps. Hvort við fá hefðbundin veikindarétt eða hefðbundin orlofsrétt, en það væri horft til þess að því við töpum, held ég hvort sem ég að segja sem samfélagi vinnumarkaður eða fyrirtæki tapa af því ákveðnu tækifærum ef þau hafi ekki aðgang að öflugum giggurum. Akkurat. En er þetta þá ekki kannski bara það sem að stendur frammi fyrir dyrum hjá stéttarfélögum dagsins í dag að svolítið að spá í að Ég held það og það kom svo sem aðeins fram í þessum viðtölum sem við tókum að þeir eru áttast af því og þeir eru að fylgjast með sem að gerast í öðrum löndum og þannig að þetta er spurningum að búa til eitthvað módel sem hendar einstaklingunum en líka fyrirtækjunum og stofnununum og þannig að og ég held að það sé hægt en það er náttúrulega, við þurfum að skora ákveðnar hugmyndir á hólm. Já, ég held að við séum, það er alltaf svolítið þegar að búa til eitthvað kerfismynstur, það er ákveðin fastheld í því. Og Manneskjan er náttúrulega vana dýr, Já. Þannig að, en ég er bjartsýn, ég held og er það nú vanlega eðlisvara en eftir þessi viðtöl og rannsóknir sem við gerðum, þá held ég bara fleiri sé að kveikja á þessu að og til dæmis einn stjórnandi sem við tölum við sem að er í geira eða starfsemi sem ég hefði fyrirfram ekki haldið að vera mikið giggar í og þar væri bara allir að þetta sérhæfing sem þar og þar væri bara allir í hefðbundnu 12 mánaða starfi en þessi stjórnandi sagðist að ítrekka lendi í vandræðum að fáinn fólk að hann var að bjóða fólk í störf og það bara fengi oft svör ég til ég að koma til þín í þetta verkefni, þetta átaksverkefni eða eitthvað, ég skal vera hjá þér 6 til 8 mánuði og svo vil fólk fara að gera eitthvað annað eða fara að ferðast eða eitthvað slíkt og þá þurfa að mínumati þessir vinnustæðar að hugsa það vel þessa giggara og hvort sem er að veita einhver réttindi eða gera eitthvað vel við þá þannig að þeir vilji koma svo aftur næst þegar kemur eitthvað árstíðabundið átak eða eitthvað en ekki að þeir svo trýta bara eins og einhver sem getur tekið inn og hent út alveg svo þeir hendar án þess að hafa eitthvað byggja upp ákveð goodwill ég held það og það er kannski einhver þessi hybrid nálgun Já, við vitum alveg það ég er þarna ákveðna starfsgreinar til dæmis sem að bara eru raun undir mannaðar á markaðinu það eru greiningafærni og það er stafræn þróun og það er samfélagsmiðla sérfræðingar og alls konar svona fólk sem að er ekkert á hverju strái Nei. En svo er það þá líka ein mikilvægasta hæfni held ég sem fólk hefur yfir að ráða í dag það er hæfnin að getan þess að yfirfæra þekkingu þannig að þú hefur kannski mentað þig sem einhvað, segjum bara kennari eða tölvunarfræðingur eða hvað sem er og þú hefur starfað við einhvað í x ár og svo bara gerist einhvað kannski var þetta Kodak eða skilur það gerist eitthvað þannig að það bara breytast forsendur þannig að hvað getur gert þannig að þú lendir ekki aftur bara eins og í slönguspilinu gamla dag aftur á reyti 1 Þannig að við þurfum líka að efla þá ferni með okkur að geta greint okkur sjálf. Þú veist, hvað var það úr náminu mínu? Þú veist, hvað var það úr þessum 3 störfum eða 5 störfum eða hvað sem ég gengt í gegnum tíðina? Svona hvað element geti tekið úr þessu öllu og púsla saman þannig ég geti byrja að fara inn í einhverja nýja atvinnugrein eða annars konar starf án þess að þurfa að byrja einhvern reyti 1. Þannig að, og þetta kemur fram líka í nýlegri skýrslu frá World Economic Forum þar sem þeir eru að spá í svona framtíðarhæfni og hvað verður svona mest eftirsókn eftir og kannski gaman fyrir mig svona sem mannauðsmanni það sem er að skora hæst núna það sem áður hefur alltaf kallað soft skills og þótt ekki eins merkilegt eins og svona technical skills
að það er svona er að fara upp listan. Já, well-being Já, og og allt þetta. tilfinningagreindin og allt þetta. En líka þetta, þú veist, þessi geta til að yfirfæra, þú veist, þannig að þó þú hefur kunnað að gera eitthvað ákveðið í þessum geira eða þessu starfi, að taka einhver element úr því og færa þið yfir í annars konar umhverfi. Einmitt. Og ég meina, einhver fór að læra að vera kennari eða tölvunarfræðingur. Þú veist, það þýðir ekki að hann þurfa að starfa sem kennari eða tölvunarfræðingur alla ævi. Nei, Og þýðir heldur ekki að hann vill breyta, hann þurfa að fara aftur í nám og ná sér nýja gráðu. Og það er svona þessar uppbeigur og þetta völundarhús sem við tölum að geta einhvern svona farið bara allar þessar leiðir. Já, ég held að það sé miklu opnara samfélagi í dag fyrir því að þú geti bara á hvaða aldrei sem er bara breytt stefnu. Ég held að við hægt að spyrja sko lítil börn hvað ætlar að verða þegar að vera stór sko. Og bara spyrja hvað ætlar að verða sko fyrstu 5 árin eftir að kemur þetta vinnumarka og sem þau náttúrulega skilja ekki spurninguna sko en og svo líka þá fyrir skólakerfi að því það kom líka fram bæði með giggar og stjórnendir rannsóknunum okkar og manninsfólks að svona almennt að fólki finnir skólakerfi ekki vera að búa sér nægilega vel undir þessa framtíð. Og ef við horfum á háskólumhverfi þá ferði í háskóla og þú útskrifast með einhverja gráðu, tölvunarfræði, sálfræði, viðskiptafræði eitthvað. En ég held að þurfa að fara að bjóða upp að mér svona blandaðar gráður. Akkur getur ekki útskrifast með hvað sem heitir B eða BS gráðu þar sem hún blandar saman heimspeki tölvunarfræði og sálfræði eða eitthvað. En mér skils, hún var einmitt hún Ragnheiður Hrefna í síðasta þætti hjá okkur og hún var einmitt að tala það að það væri svo mikil eftirspurn núna í dag eftir því að þú ert kannski að fara að læra sálfræði en þú vilt líka taka kursa þarna í tölvunarfræði. Þannig að það er greinilega að byrja að opna á að það er verið að blanda saman greinum innan háskólans. Og þá held ég við þurfum líka að vera opnari fyrir því ef við tala verandi mannesmegin þegar við erum að lesa í gegnum fyrirskrár til dæmis eða ráðin fólk og og svo erum við alltaf, þú veist, atvinnu ástandi búið að vera eins og það er að líka að þóra ráðin fólk svona að reyna bara að sjá okkur svona potensialega svona möguleiki fólki, jafnvel þó að hafi ekki réttu prógráðan, ekki réttu starfsreynslunum með okkar fyrri hugmyndir en hvað eitthvað svona önnur element getur einstaklingurinn komið með. Að því við getum alltaf þjálfa fólk upp í alls konar verkefnum. Algjörlega. En það er svona þessi svona viðhorf og eiginleikar hjá fólki sem að við höfum verið meira að horfa á Og það er einmitt líka eins og með þú talar að það sé vaxandi þessi mannlegu gildi og þar kannski fer það bara virkilega að skipta máli að þú sért bara góður í mannlegu samskiptum og getur svolítið af því að ef að störfin verða tæknivættari þá þurfum við kannski á móti að vera líka mannlegri með. Já. Og ég held líka að tala hvort sem við tölum gervigreind eða þú veist hvað við erum að tala vera öll þessi upp og alla þessa tækni að við þurfum alltaf, þeir sem eru hannaði þurfa þessa mannlegu eiginleika vegna þess að þú þarft að hugsa hver er að fara að nota þetta og þú þarft að skilja þarfir fólks og hvernig fólk hegða sér og allt það, þannig að það er ekkert nóg að vera bara góður í að forrita eða þú skilur ekki þann sem er svo að fara að nota forriti Þannig að við þurfum að fara að blanda þessu miklu meira saman. Þannig eins og ég sagði, ég er bjartsýn, ég sé ekkert tækifæri en fyrir þá sem ætla að ríghalda í gömlu hugmyndirnar sína, þá verður þetta erfitt, en við þurfum bara að reyna að hjálpa þeim. Og hvað með bókina? Er hún komin út? Heyrðu, hún kemur í bókabúðir 9. september. Já, hún er þá komin út þegar þessi þáttur fyrir loftið. Ok, þannig að þá er bókin komin út. Ég segi bara til hamingju. Takk fyrir það. Það má nú líka bara segja að því að hún er nú komin í prentun. Já. Þetta er náttúrulega, maður veit að það er mikil vinna að baki svona bók. Og bókin er náttúrulega þannig, við erum náttúrulega bæði svo náttúrulega bara að fræða þú veist, hvað er að gerast og hver er ávinningurinn að því og veltum fyrir okkur ýmsum tækifærum í því og minna bæði líka bara tækifærum fyrir Ísland, þú veist líka og svo fyrir hvern og einn einstakling og svo svona í lokinu á bókinu þá erum við svolítið svona kannski fann að tala meira bara til einstaklingsins og hvað hann getur þurft að hafa í huga, vilja hann fara nýjar leiðir, sumir náttúrulega vilja ekkert fara nýjar leiðir, en viljir fara eitthvað nýjar leiðir og prófa svona að dífa tannu út í þetta nýja umhverfi, svona ákveðna atriði sem getur þurft að hafa í huga. Þannig hún er svona blandfræðileg og svona, ekkert kannski tannifræðileg, hún er svona fræðandi, skulum við segja frekar, fræðandi og hagnýtt. Ef ég væri núna, veist, bara 20 ára gömul ég, eða, væri ekki búin að klára menntaskólann og væri svona að hugsa hvaða leiðir ég ætti að fara og svona út frá ykkar bók og hvað myndirðu ráðleggja mér? Ég myndi byrja á að spyrja hvað finnst þér skemmtilegt. Já. Og reyna svo að hjálpa að finna hvernig það geti nýst einhvern veginn þannig að þú getur skapað þér einhverja afkomu. Já.
Ég held að það sé mjög mikilvægt sko, af því að oft það þannig, þó að sé ekki alltaf, að það sem við höfum ánægju af og okkur finnst skemmtilegt, þar erum við tilbúin til að leggja meira á okkur til þess að vera betri í því. Þannig að ég held að það sé svolítið svona grunnur í þessu og ég veit ekki, ég segi stundu sko að því að lengi vel var nú Gleðibankinn upp á slæði mitt sko. Ég er mikla trú að hafa gaman sko, búið til góða orku og þá gengur betur. Þannig að ef ég væri að tala við því tvítuga, þá myndi ég svolítið skoða mér af hverju hefur gaman af og hvernig getur við byggt hún á það. Mögulega er það eitthvað sem þú ert kannski ekkert góð í ennþá, en þú ert þá örugglega tilbúin til að leggja eitthvað á þig til þess að verða góð í því. Út frá þínu karakter. Og ég myndi líka ræða við það að við þurfum ekki að ákveða eitthvað sem að vera aldur og ævi. Við þurfum bara að ákveða til næstu örfára ára. Svo bara myndum við tala saman aftur og skoða þetta aftur, skilurðu. Og það er svolítið svona, við komum bæði inn á því í bókinni og svo vorum við með námskeið í voru, alltaf við erum annan núna í haust. Þar sem við erum bara svolítið svona að hjálpa fólki að kortleggja sjálft sig. Þú veist, styrkleikana, reynsluna og þekkinguna og hvernig er þetta að leika sig með þetta á þessum framtíða vinnumarkaði. Hvort sem þú ætlar að halda áfram að vera bara launþegi í hefðbundnu starfi, minna það er ekkert, sumir vilja það, vinna 9-5 og þú veist, það er ekkert að því fyrir þá sem það vilja, sko. Bara henta mörgum mjög vel, en af því að það er svo margt samt að breytast í fyrirtæki umhverfi, að þó þú vilji vera launþegi og vinna 9-5, þá þarftu samt að huga eigin þróun og hvernig þú nýtir styrkleikana þína. Þannig að þú veist, það er ekkert eins og þar sé allt bara miklaði stein og óbreytt, sko. Nei, og svo getur bara líka verið að ef að sko hreinlega fyrirtækin þróast meiri þá átt að vilja ráða inn verkefnabundi að þá kannski hafa starfsmannir ekki endilega alltaf valið. Þá kannski, og þá þurfum við jafnvel að aðlaga okkur að breyttum veruleika og það er auðvitað, sko, mér er svolítið skemmtilegt að kalla þetta verkefnabundi hagkerfi, þannig að svo mikið tala verkefnadrifi. Þú veist, í staðis að tala gig eða hagkerfi, við hefum heyrt það svolítið og mér finnst þetta verkefnadrifna hagkerfi hljóma svo miklu jákvæðara heldur en hagkerfi. Hark er alltaf svona neikvægt, sko. En ég veit alveg að þeir ráðgjafar og svona sem eru úti að snappa sér verkefna hverjum degi, þú veist, þeir tala þetta er bara svona, þetta er hark. Veist, en aftur á móti þá finnst mér bara upp á þróunin að gera að ef við erum að fara að þróast meir í þessa átt, þá þurfum við að búa til jákvæða mynda þessu, þannig að En það er líka aftur talandi sko, þú þarft að læra að vera sjálfstætt starfandi og ég meina allavega eins og þetta ég held ekki til svona, sagt á Íslandi allavega, að þá það nú þannig fyrir mjög marga allavega sem að vinna í þessu hagkerfi, verkefnandrifna, að þeir þurfa að afla sér tekna. Þeir hafa svona 9-10 mánuði til að afla sér tekna sem eiga að duga með 12 og þá er eins gott eins og komum fram í viðtali við nokkra giggara hjá okkur að kunna smá í bókaldi og kunna smá í svona tímastjórnun og eigin fjármálastýringu og kemur góðu mánuður að fara ekki bara alveg einhvern veginn spreða í hægri vinstri, sko. Þannig að en þú veist, að móti kemur líka meiri sveigjanleiki, meiri frelsi tíma og tími er dýrmætasta auðlindirinn okkar, sko. Og mjög margir sögðu það að þeir hefur farið að velja gigga eða verið í þessu hagkerfi til þess að geta stjórnan tímanum sem betur og margir voru að velja sér verkefni til að passa við þeirra lífstíl sem voru kannski með tíma fyrir áhugamál eða vildu ferðast x marga mánuð ári og myndi aldrei fungera að vera í hefðbundnu 12 mánaða starfi. En var líka kannski, ég nefndi að spá sko fyrir COVID, voru við kannski bara komin út í eitthvað svona óheilbrigt mynstur með vinnutíma og annað að gera og svo bara þegar að COVID kemur og fólk svona næra aðeins andanum. Já, sko þú segir náttúrulega kannski fallegra við Íslendingina sem duglegur og við höfum náttúrulega lengi svona, það er svo gott að tala hvað við sem busy alltaf, það er brjálega að gera, sko. Og það er eitthvað rosalega samþykkt og þetta er sorglegt og við hlægjum að þessu, sko. Og hvað er þetta? Bara brjálega að gera. En við erum búin að tala um þetta, við erum búin að fatta þetta fyrir nokkrum árum að þetta er ekki alveg nógu gott, en við erum samt ekki að breyta þessu. Og því miður er þannig á mörgum vinnustöðum ennþá að það er svona, við erum að horfa á það hver mætir fyrstur á mótnan og hver fyrir síðastur heim, skilur, og hvað er fólk að klukka marga klukkutíma, skilur, eða þú stimpla marga klukkutíma. Og það er kannski vegna þess líka að þetta er oft svona kannski einfaldasta mælitæki sem stjórnendur hafa. Og á Íslandi eru flest fyrirtæki það lítil að þeir sem eru stjórnendur eru bara drukknir sérfræðiverkefnum allan daginn, hafa lítinn tíma til þess að kannski sinna fólkinu sínu, ef við getum tala sem svo.
og þar á leiðandi þetta oft svona besti mælikvarðin eða jafnvel eini mælikvarðin sem þeir hafa til þess að vega og meta hvort að fólk sé að vinna. Þannig að við þurfum líka að breyta því. Þannig að samhliða breytingum að vinnumarkaði og gig-hagkerfið og allt hvað við tölum þá þurfum við líka svolítið að fara að tala að stjórnun sem í mínum huga er ákveðið fag. Það er ekkert bara einhvern veginn að vera stjórnandi bara einhvern veginn af því bara. Og þurfum að fara að gefa þessu meiri gaum og hvernig náum við fram því bestu fólki, hvernig getum við metið frammistöðuna á þess að telja klukkutímana og svo framvegis sko. En af því þú komst aðeins inn á eitt áðan þegar vorum að tala svolítið giggin og allt þetta og þjálfun og allt það. Sko ef ég mætti svona að senda eina áskorun til lofti sko til fyrirtækja sem ofta að þjálfa fólki sitt upp í að vera betri bara í störfunum sem það er í dag. Og jafnvel fyrirtæki sem í atvinnugrein þess að sjá jafnvel fram á að þurfa að færra fólk til framtíða litið. Þannig að fara jafnvel að svona, þjálfa fólk út fyrir það sem endilega þessi vinnustar þarf á að halda. Þjálfa fólk undir að verða tilbúið til að fara í önnur störf út fyrir fyrirtækið. Þannig að þeirra verður fækkun. Vera svolítið samfélagslega þengjandi þarna. Já, og auðvitað þetta geti einhvers að okkur ætti yfir eða peningum í það, sko, en ég vil bara trúa því að það komi tilbaka með einhverjum hætti. Ég trúi því að við bara gefur jákvæmt frá þér, það kemur ég held að þetta snýst að stækka kökuna sko. Og það er ekki gott, við erum í litlu hagkerfi hérna í Íslandi og atvinnuleysi er okkur dýrt og við höfum bara ekkert efni á að hafa mikið atvinnuleysi. Þannig að við getum hjálpa fólki að einhvern veginn að þróa með sér einhverja hæfni, hvort sem það er til að fara að vinna hjá öðrum eða bara búa sér til sitt eigið. Við þurfum meira í sköpun og nýsköpun og hugsa meira í lausnum. Og þó að það geti þýtt að fyrirtæki að þau eru mögulega fjárfest einhverju sem nýtist því ekki, þá held ég að komi bara tilbaka með öðrum hætti. En segðu mér aðeins núna við förum aðeins frá þessu. Hvað þú ert að gera ýmislegt fyrir utan vinnu? Ég er bara að spá, hvað ert þú með marga klukkutíma í sólarhringnum? Herðu, sko, þetta kemst þér að við komum blett. Nei, herðu, börnin mín eru öll farin að heiman. Já. Þannig þar set ekki tími það er að vísu komið eitt barnabarn en það er ennþá það lítið að ég er ekki mikið með það ennþá en og ég hef ekkert rosalega gaman að horfa sjónvarp. Já. Þannig ég fer rosalega oft í tölvuna á kvöldin og er að lesa eða stúdera og það er að því mér finnst þetta gaman þó þetta tengist vinnunum minni að þá bara finnst mér gaman að vera í tölvuna að grúska og lesa einhverja rannsóknir eða hvað er að gerast í fræðunum og svona en það er eiginlega áhugamál en ég á líka alveg önnur áhugamál þannig ég er ekkert alltaf að hugsa vinnuna þú veist ég ger ýmislegt sem tengist ekki vinnunni og Séðu þetta í golfi? Ég byrjaði í golfi í sumar. Já. Ég vildi ég væri orðin betri en allavega það kemur vonandi og ég finnst gaman að hlaupa og hjóla og ég líka stundum get alveg setið heilu kvöldin líka stundum heima með bara með iPadin í fanginu og spila sko tölvuleik sko. Já. Þannig að ég reyndar ekki ég spila Sequence rosa mikið sko og púsla líka í iPadinum og svona ég er alltaf að hugsa að þjálfa heilan sko þjálfa heila toppstykki svo maður getur notað þessum lengst. Algjörlega. Því að samhliða því að við munum lifa lengur og þá held ég við munum líka fara að starfa lengur og ég held að ég mun ekkert hægt að vinna 67 skilurðu. Nei. Og þú ert alveg undirbúin fyrir það. Já, ég kannski mun ekki lengur vinna svona hefðbundna vinnu eða jafnmarga klukkutíma en ég mun halda áfram. Ég held að það sé bara líka hlutið í að hafa tilgang. Þú verður kannski bara giggari. Kannski, örglega. Ég verður örglega giggari sko. Og ég líka aftur bara þetta litla hagkerfi okkar og við erum með fullt af fólki sem er bara mjög þú veist bara kvikk og með á nótunum og hefur viljan til að þú veist á sér reyna. En vil kannski ekkert endilega vera í föstu starfi, 100% starfi og ég meina það er ekkert af því að fá svona fólkin í gig. Nei. Og það eru alveg fyrirtæki í Íslandi sem hafa verið að bjóða svona fólki eftirlaun aldri í vinnu en það hefur kannski aðalega verið sko bensinstöðvar og byggingar og verslanir og eitthvað svoleiðis. En það hefur verið minna það í svona sérfræði fyrirtækjum að það sé vera að fá fólk sem er kannski 75 ára til að koma inn og taka sitt gig, skilurðu. En ég held að það eftir að breytast, líka eins og ég segi, fólki færi bara að vera við betri heilsu lengur og við þurfum bara að nýta þessa hæfileika og þessa hæfni. Já. Þannig, en kannski ekki með þessa 100% starfi hugmynd, sko. Nei. Ég held líka bara ungt fólk, þú veist, það opnara einhvern veginn fyrir fleiri möguleikum held ég. Já. Það vill ferðast meira heldur en
við vildum þegar við vorum á sama aldri. Já, Það vill hafa meiri frelsi. Já. Og þá ég bara rosa hrifin af einu hugtaki sem heitir workation og ég að reyna að tala um það við allar þess að ég reyna að búa til þetta. Þú ert að búa til nýtt trendi hérna. Já, en sko ég fann ekki upp þetta hugtak sko, en en það þetta því að sko í dag allir sem hugsa um fjarvinnu þá sérstu bara að vinna heima hjá þér. Já. En sko workation gengur þetta það að þú ferði í vacation eða sérstu ferði í frí þannig, en vinnur líka. Já. Og getur bara unnið á okkur hlýjum stað. Já, og þetta samþætt þetta. Af því ávinningur á þessu fyrir vinnustæði að, og alveg rannsóknir sýna það að fara í annað umhverfi gerir þig oft meira skapandi. Og þú ferð að sjá nýjar lausnir á einhverjum viðfangsefnum. Þú kynnist jafnvel fólki, þú veist, öðru menningarheimi eða eitthvað slíkt, sem hjálpaði bara að sjá hlutinni í nýju ljósi. Þannig að það að blanda saman, auðvitað þarftu stundum að fara í frí sem bara frí og ekkert vinnutengt. En að fara stundum í frí sem svona bland frí og vinna. Bara breytum umhverfi. Já, bara breytum umhverfi. Það bara frábært, sko. Ég held að segja æðislega. Ég segi þetta alveg. Já. Ég held líka, sko, það ekkert að ég vinna til áttræðs ef þú getur verið bara einhver staðar af og til einhver staðar í nýjum stað. Og jafnvel bara, þú veist, jafnvel þó þú býrð í Vesturbænum og vinnur hjá einhverju fyrirtæki í Kópavoginum með eitthvað. Ákveður ekki bara stundum að fara að vinna, sko, það eru svona sko skrifstofahótel til hérna í Íslandi, ég minna Rekus og allt hvað þetta heitir. Bara fara í eitthvað annað umhverf og vinna þar, hitta eitthvað annað fólki yfir kaffibolla, mögulega skapa eitthvað ný tengsl, ný tækifæri til að selja vöruna eða þjónustöðuna eina. Ákveður þetta bara spurningum að sitja á hefðbundarskrifborðinu eða heima hjá þér. Og nú allir svo uppteknar umhverfismálunum, kannski ekki bara betra að fara að vinna hjá einhverju svona skrifstofahóteli sem nálægt heimiliðinu. Þú geta bara hjólað í vinnuna. Já, og kannski ekki með góða vinnuaðstöðu heima eða bara breyta til, vilt hitta fólk, sko. En þurfi ekki að keyra alla leið, tala um gummi úr að vinna í Hafnarfirði eða Suðurnesjum með Selfoss eða eitthvað, skilurðu. Að við þurfum bara að blanda þessu öllu saman. Ég held að þetta sé bara að koma. Já, þannig að þetta sko remote work getur verið bara að vinna heima, vinna á skrifstofahótelum eða svo alltaf bara þessi hefðbundna vinna að fara á vinnustæðin. Þannig ég held allt varandi svona hönnun vinnustæðin muni líka fara að breytast. Að hefðbundnir vinnustæðin fara að verða meira svona samvinnu og samkomurými. Þar ferðu til að hitta vinnufélagana hérna og funda með þeim og vinna með þeim í ykkur verkefnum. En þegar þú ert í verkefnum þar sem þú þarft ekkert endilega að vera með öðrum, þá getur þið verið bara, þú veist, hvar sem er. Þannig að þú veist, það bara, eins og ég segi, við þurfum bara augra sjálfum okkur til að hugsa svo margt upp á nýtt. Og mikið af svona hugmyndum okkur vinnu svona framkomið, kannski bara í kringum eins og ég segi aðra innbyltingu. Þegar allir mætti okkur ex-vinnustað að vinna færubandi og allir í einhverjum uniformu og allt þetta. Svo erum við búin að tala mikið um fjórðu innbyltinguna og allir alltaf að reyna að tala um fjórðu innbyltinguna og tæknibreytingarnar og allt þetta. En halda samt í gömlu hugmyndirnar hvernig við eigum að vinna. Þannig að það komið svona ákveðið gap þannig í þessu. Það ekki alveg að dansa saman. Nei, og þar erum við bara að tapa tækifærum. En ég held að við séum samt svolítið eitthvað að kveikja okkur núna. Já, ég held það líka og það eins og ég sagði það, ég bara spennt fyrir þessu, ég bjartsýn, ég held að þetta sé koma og þetta mun koma og ég held að þeir vinnustæðir sem eru svona kannski fyrri kantir að kveikja á þessu, þeir munu ganga betur að lokka til sín hæfasta fólkið, hvort sem til þess að ráða í hefðbundið starf eða í verkefni. Já, ég held að fyrirtæki séu bara á tánum. Að passa sig, veist, það náttúrulega svo mikið af þróun sem í gangi, stafræn þróun, tækniþróun, veist, og maður vill þá bara trúa í líka þessi mannlega þróun, að hún muni, veist. Já, einmitt. En ég held líka við verðum að hugsa allt varðan þess að tækniþróun, mörg fyrirtæki hugsa, sjálfvirknivæðingin og allt þetta, nú geti fækkað þetta mörg stöðugildi, sem kannski svona fyrsta hugsun í mörgum, en að hugsa, þú veist, þá geti losa 5 einstaklinga sem áður voru fastir í einhverjum endurtekningar rútínu verkefnum. Ég get losað 5 og þeir geti að fara að búa til eitthvað nýtt. Skapa eitthvað meira virði. Akkurat. Þannig að það alveg pottið þannig í einhverjum tilfellum. Já. Og svo náttúrulega þarf ykkur líka að halda utan þessar vélar og þá verða náttúrulega líka mörg nýstörf til með meiri vélum. Það alls konar eftirlit og viðhald náttúrulega alls konar sem eykst, sko. Akkurat. Þannig að ég sé ekkert að taka verið. Frábært. En hvað segðu mér svona aðeins með svona bara í þínu, nú ertu börnin komin að heiman, komið barnabarn og svona. Já. Hvað sérðu svona núna að þér langar að svona búin að gefa út bók? Hvað ætli verða þegar stór? Hvað núna? Hvað gerum við núna? Herðu, ég mitt vandamál eiginlega, vandamál skildi kalla, að mér finnst allt svo spennandi. Og þú veist, ég að vinna hjá Deloitte núna
bara mjög flottur vinnustæðar, gera marga frábæra hluti og bæði Deloitte á Íslandi og Deloitte náttúrulega bara heimsvísu. Já. Og þar fullt af tækifærum sem ég veist gaman að nýta mér. Ég hef reyndar alltaf sagt og sagði að það er réð mig, ég ætla nú ekki að enda starfsæfina þar. Þannig að það kemur bara ljós hvað ég verð lengi, en meðan ég eitthvað að læra. Bara aðeins, með að vera í Deloitte, þú veist, hvernig þar? Þú veist, bjóðast ykkur að fara jafnvel og vinna fyrir Deloitte annars þar og svo? Já, það mjög virt svona mobility program og það mjög mikið það að fólk fara að vinna milli landa. Já. Og núna það meira ennþá meira því við komum svona virtual mobility. Þannig fólki líka að vinna verkefni. Við erum með töluvert mikið fólki í Kópavoginum hjá okkur sem að vinna fyrir fyrirtæki erlendis og bara jafnvel að endurskoða eða veita ráð eða fara í gegnum ykkur á ferla hjá fyrirtækjum út í heimi. Skemmtileg. Þannig að sumir velja að flytja og fara á einhvern annar stað og aðrir velja að útvíkka reynslunum sína með því að vinna alþjóðlega en búa samt bara á Íslandi. Þannig að þannig ég þar og þar svona meðan mér finnst ég vera að læra eitthvað þar. Svo stekki bara eitthvað annað eða fyrir að gigga. Þetta alltaf spurning að fara inn og út úr völundarhúsinu. Og ég hef náttúrulega blandað þessu saman í gegnum minn starfsferil. Ég hef verið sjálfstæðsstarfandi og ég hef verið launþegi og ég hef starfað, sem grunnskólakennari og mannauðstjóri og hitt og þetta. Og hvað kom til að fórst úr kennslunni? Heyrðu, mér fannst rosalega gaman að vera grunnskólakennari. Og það var svona sittlítið að hverju. Ég var á þeim tíma var ég einstæð móðir og svona sá fram á það. Þetta alltaf svona pínu ströggl hjá mér. Að láta enda ná saman, þannig að ég því miður bara ekki borga nógu vel í þessu starfi að mínum mati, eins og þetta nú mikilvægt starf. Og svo var svona bara ýmislegt í starfsöngurinn sem að mér fannst ekki alveg nógu skemmtilegt. Þannig ég fór þarna á þessum tíma, þá fór ég ákvað að fara í MBA-nám og það var ekki byrjað að kenna MBA á Íslandi á þessum tíma. Ég fór til Bandaríkjanna og sérhæfði mig valdi í skólan sem ég var í, þá gat maður tekið MBA með mismunandi áherslum. Og ég valdi mannauðsstjórnunar áhersluna. Já, tókstu krakkana með út? Nei, þarna átti ég bara eitt son og ég tók hann með út og pökkum bara fötunum okkur í ferðartösku og íbúð leigði gegnum neti og svona. Og þannig það var bara mjög lærdómsríkt. Og það var líka á þeim tíma, það var ekki margir búin að læra mannauðsstjórn, það var mjög margir búin að læra vinnusálfræði. Það voru ekki margir búin að læra mannauðsstjórn svona meistarastigi þarna á þessum árum. Sem betur fer, mikið fleiri núna en þannig að þetta hefur bara gagnast mér mjög vel því að í gegnum MBA-námin alltaf lærði maður svolítið mikið rekstur og það að vera að vinna í mannauðsmálum og skilja rekstur er mjög mikilvægt að mínum mati og kannski hluta því hvað ég held að mér hafi gengið vel svona í mínum starfum en hvað næst, ég veit ekki, það er bara að halda áfram að blanda saman öllu því sem er skemmtilegt hvað sem það er gigg eða starf eða skrifa fleiri bækur eða kenna meira eða bara allt í eitt bótt og hræra í, Mér langar af því að ég er með þennan leik alltaf núna út fyrir kassan. Já, þetta er svona út fyrir kassan spurningar. Og þá eitthvað óvænt og eitthvað sem er óundibúið. Þannig þú vil að bjóða bara að draga 2. Já, 2. Já. Og ég að vera sikkur lit. Já, bara eins og þú vilt. Það er 3 litir. 4 litir. Ég skal svara öllu nema eigin þyngd og eigin kynning. Þú ert til í allt nema að koma nakin fram. Já, herðu, já, þetta eru skemmtilega spurningar. Herðu, fyrst úr flokknum fjölskyldan, hún getur samt áttalið við líka í vinnu. Hvenær mannst eftir því að hafa síðast orðið mjög reið? Já. Ég verð náttúrulega sjaldan mjög reið. Ég er með mjög mikið jafnaða geð, en ég æsti mig síðast bara í dag. Já. Ég var ekkert með reið en mér var aðeins misboðið. Þannig að það var bara í dag en það var kannski að því mér fannst fólk ekki fólk bara að segja eitt og gera annað. Var það í vinnu eða? Tengdist vinnunni, já. Þegar fólk segir eitt og gerir annað það strýkur mér alltaf svolítið öfugt. Já. Mér finnst að fólk eigi svona vera samkvæmt sjálfur sér. Ég geri þá kröfu á fólk. Þannig að ég þarf ekki að hugsa mig langt eftir. Þetta var bara síðast dag, Og bara mjög áhugavert líka, að því að ég veit þetta líka því ég hef verið náttúrulega í þessu sömu stöðu að vera í mannauðsstjórnun og hvernig svona tæklar þetta, því að auðvitað hefur við skap og okkur getur orðið misboðið og allt þetta. Hvernig nálgastu þetta til dæmis ef að ég hef til dæmis alveg hlaupið á mig og hef orðið virkilega reið og síðan séð eftir því, bara ég séð eftir því klukktíma síðar,
Sko ég held að, eins og ég sagði, ég verði mjög sjaldan reið og ég held kannski að tengist, ég hef náttúrulega bara í gegnum mörg ár verið í ákveðinu svona sjálfsvinn og sjálfsrækt og unnið mjög mikið með hugtak sem heitir self-leadership, að vera bara svona leiðtogi yfir sjálfri mér og ég er bara búin að, og geri þá kröfu að sjálfa mig, að já, þú veist, ég ætla ekki að segja að maður sjá aldrei eftir neinu, en þú veist, ég reyni að koma þannig fram og vera það samkvæmt sjálfri mér, að og gera það bara svona faglega, þú veist, ég get látið vita mig sem misbúð, ég get gert það á faglegan hátt, ég þarf ekki að æsa mig, enda er það mín reynsla það að gera þetta bara faglega og rólega, skila nú oft meiru. Þannig að já, það er langrými þráðurinn, en ég verð sjaldnast mjög reið, sko, og æsi mig ekki mikið. Þannig að þó eins og í dag þú hafir orðið reið, þá varstu kannski sýndur ekki reiðina, Nei, varstu bara... Já, af því ég vissi líka að það myndi ekkert skila meiru þó ég færi að berja í borðið eða skella hurðum, sko. Þannig ég nálgast þetta faglega og þannig er þess að ég mörg búin að leika mér og vinna með þetta hugtak self-leadership. Byggist, tengist ákveðin bók sem ég las fyrir mörgum árum og ákveðin rannsókn, þannig ég bara svolítið notið þetta á sjálfa mig. Þannig ég... Hvað gerur þið til þess að halda... Ég held að það sé bara svona ákveðin, þetta er voða háfleygt orðað hjá mér, það sé bara svona ákveðin sjálfsmeðvitund og að koma ekki þannig fram við aðra sem ég, þú veist, að ég myndi ekki vilja láta öskra á mig. Nei. Og þannig ég öskra ekki á aðra. Og ég vil eiga í faglegum samræðum fólk, þannig að ég reyna að gera það þá líka á móti. Þannig ég held að það sé kannski bara mikið svona self-awareness og svona, þetta er búið háfleygt orðað, en ég verð bara að fá orðið þetta svona. Já, að bara svona hafa unnið það vel með sjálfa mig í það mörg ár að ég get gert þetta þannig að þetta verður ekkert drama, sko. Þú nærð að vera meðvituð þetta bara þá og þegar, já, og í stað þess að rjúka upp. Já, og ég legg ekki stað í svona samtalið við erum búin að hugsa það. Já. Og það er hluti af þessari sjálfstjórn að svona, og þessa sjálfsábyrgð, bara þetta self-leadership, að bera þessa ábyrgð á sjálfum mér, að ég rík ekki af stað nema við erum búin að hugsa það svolítið, svona hvernig ætla ég að nálgast þetta, þú veist, hvernig er líklegt að viðmælandi minn, þú veist, hvernig er best að nálgast hann eða hana. Það er að gera þetta í einkalífinu líka. Já, veist, ég held það. Af því að þar eru náttúrulega, auðvitað, veist, þar eru oft sko samskipti nánari og fólk, veist, svona leifir sér oft kannski að... Það getur vel verið að þú spyrði, sko, eitthvað í fjölskyldum myndi svara öðru sér, en ég held samt, sko, ég verði ekki að vera númer hjá manninu mínum og svonu mínum, sko, nei, ég held að það sé þessi margra ára sjálfsrækt og sjálfsvinna sem ég er búin að vera í og ákveðið svona hugmyndafræði sem ég er bara búin að fylgja í, þú veist, áratugum saman og og ég er ekki að segja þessi fullkomin en ég ber bara nokkuð góða ábyrgð á sjálfur mér. Vel gert. Já. Og þetta er bara svona eilíða að vinna, skilur. Og þannig að, já. Þetta nýtist í líf og starfi. Nýtist í líf og starfi. Við getum öll tekið þetta til fyrirmyndar. Já. En hvað var seinni spurninga? Seinni spurninga var í flokknum trúnó. Hvað kemur þér helst tilfinninglegt uppnám? Það er eiga nú svolítið saman. Það er eiga svolítið saman. En ég ætla samt að taka þessa kannski aðeins meira svona einkalífið eða þannig. Sko, ég veit það ekki, sko, tilfinninglegt uppnám, það er, alveg kemur inn á það sem ég sagði áðan. Þú veist, ef að mér finnst fólk ekki samkvæmt sjálfum sér. Og svona, ef mér finnst ég svona einhvern veginn, ég er kannski lengi barist fyrir því einhvern veginn eða svona kannski framan á ævinni, svolítið að berjast fyrir því að gera mig gildandi eða á mig sér hlustað og að mín sjónarmið getur verið jafn rétt á annara. Ef ég upplifi að þessi tala niður til mín eða að fólk hafi ekki vilja til þess að ég er ekki að segja fólk þurfa að sammála mér, en ef ég upplifi að fólk hafi ekki vilja til að hlusta á mitt sjónarmið, tala niður til mín eða einhvern veginn og ég var nýlega á fundi þar sem að mér fannst að reynda svo fyndið það náðu ekki eins og komið tilfengilega uppnám. Það hefði getið gert það sem maður bara alveg svona með puttan einhvern veginn í áttina að mér, sko. Og það hefði getið komið uppnám, en þú veist, að mér fannst það svo, en svo hugsaði ég bara, voðalega líður viðkomandi illa að þurfa að koma svona fram, sko. Þetta er svona meira niðrandi fyrir hann, sko, að vera held ég, sko. En það er samt þetta, sko, þú veist, að láta tala niður til mín, gera lítið, eða svona ekki að respekta það sem ég framfæra, notabene það þarf ekki vera að sammála mér. Nei. En að þú eigir alveg sama rétt á að láta í mér heyrast, þína rödd. Ég held að það geti helst komið tilfinninglegt uppnám og svo náttúrulega þetta hitt líka sem er kannski
bara svona klassist svar, náttúrulega, maður verður, þú veist, ef einhverju nákominn manni líður illa og einhverju fjölskyldunum gangi gegn erfiða hluti, þú veist, það náttúrulega getur komið tilfinningilegt uppnám, eða svona, já, en ég held að sé samt, þú svona, svo ég gangist bara við mér svona, þessu sem að, svona, já, það setur mig mjög lægi ef mér finnst fólk ekki, og ég er ekki að tala um að setja maður stall, en bara ég missi tekið sem jafningja. Ég veit alveg hvað þú ert að tala um í þarna. Að missi tekið sem jafninga, þess að hlusta á sjónarmiðið mitt og við getum bara tekist á um þau. Finnst þér þetta að vera eitthvað svona úr æsku? Já, algjörlega. Já. Ég nefnilega teki alveg við þetta hér. Sko. Þetta er algjörlega það, sko. Ég veit ekki, ég á 12 systkini. Já, duglegi foreldræðir. Við ólsum ekki upp samlurum, ekki eitthvað alls systkini, sko. Ég held ég sé að mörgöldi svona típist miðjubarn. Ég veist aldrei talið nákvæmlega hvar ég er svona einhverstað sirka fyrir miðju, sko. Og svona rosa stilt og brútt barn og svona fór lítið fyrir mér, sko. Hver hefði trúað þessu? Já, og hver hefði trúað því að, sko, ég svona óframfærna barni, sko, væri í dag til dæmis að halda fyrirlistra fyrir mörg hundruð manns á stóri sviði, skiluru, og finnast það gaman. Já, og rúlla þessu upp. Já, eða allan hafa gaman að því, af því ég var svona, en ég er svona bland extrovert og introvert. Þannig ég geti verið rosalega extrovert og haft rosa gaman af einhverju svona að tala fyrir fram að fólk og eitthvað. Svo geta líka komið dagar þar sem að ég helst bara loka mig af heima hjá mér og fá bara einhvern veginn að kjarna mig og fara í orkuna mína, sko. En já, ég tengi þetta á æskuna, hvort sem það er miðjubarnið í mér eða eitthvað annað, sko. En já, bara verið tekið sem jafningja. Ef ég upplif það sem ekki gert, þá verð ég allan á vonsvikin, hvort sem það er tilfengilt uppnáminn, ég verð svona, ég verð döpur. Já. Að ég tel mig reyna að mæta öllum öðrum, mér gengur örugglega misvel, en ég reyna að leggja mig fram við að hlusta á annað fólk og taka öðrum sem jafningum. Og raddir allra skipti mitt svo miklu. Algjörlega. Og ég meina, þú veist, við vitum ofta ekkert hvaðan svarið kemur, sko, eða hvaðan lausnin kemur, sko. Mér finnst það nefnilega svo frábært líka sjónarhorn, sko, að, þú veist, ég nefnilega mann svo vel eftir einu sem var að vinna með mér, sem að kom einhvern tímann fram með bara mjög góða pælingu á einum fundi, veist, þar sem við vorum að reyna að finna lausn og við vorum öll sammála um þetta væri frábær pæling, en veist, hún átti bara ekki alveg við akkurat á þessum tímapunkti og en svo var hún dregin náttúrulega upp ykkur, veist, það voru nokkri mánuði síðan og þar einmitt sýndi sig svo að þó að þessi pæling var ekki kannski viðandi akkurat þá og þegar þá getur verið að sé gott að eiga hana í. Og þá er það líka kunst að segja við þennan sem kom með hugmyndina, þú veist að dissa hann ekki bara. Að dissa hann ekki, sko. Og segja, þú veist bara, við skulum bara geyma hana. Þetta er bara frábær hugmynd. Já. Þetta er frábær hugmynd. Og finnum bara, eigum hana á lager þegar aðstæður breytast, skilurðu. Einmitt. Þannig að það er, þú veist þannig að segja mögulega nei við einhvern án þess einhvern veginn að hafna viðkomandi, skilurðu. Eða að gera það á þann hátt og sért ekki að hafna einstaklingnum heldur kannski tiltekinni hugmynd, sko. En þetta er, minna, þú veist, mannleg samskipti. En þarna líka, veist, eins og, veist, að því svona, svo við fyrir maður sinna á svona kvenréttinda málin, veist, þarna líka, veist, eins og hrútskýringar eins og hefur verið talað um og svona það sem er í raun svona talað yfir fólk. Þetta er svona líka ákveðin vanvirðing. Veist, og þetta getur verið, það þurfa ekki einu sinni kallmenn að vera til staðar til að gera þetta, veist, það getur alveg verið konur sem að eiga til svona taka sviðið, sko. Já, svo ég er mikil talsmannska jafnréttis. Ég er oft ekkert nógu dugleg að vera með kynjaglerun á nefinu sjálf. Ég gæti oft verið betri í því, sko. En ég held alveg að konur séu stundum með hrútskýringar líka, sko. Þannig að það heita kannski ekki hrútskýringar þá, sko. Það heita eitthvað annað. En ég held að við séum nú líka alveg, sko, ég held að þetta sé bara á báða bóa, sko. Og en það segir okkur bara enn og aftur, þú veist, að mannleg samskipti eru mikil áskorun. Og hvað sem eru, sko, sko, út frá kyni eða fólk af ólíkum aldri eða fólk af ólíku þjóðerni, að bara að bera virðingu fyrir hvort öðru, hvað sem er fólk af gagnstæðu kyni öðrum aldri en þú eða öðru þjóðerni, sko. Og það er alltaf núna, svo, þú veist, aldrei held ég verið, sko, breytt aldurspil af fólk á vinnumarkaði, sem er líka alveg áskorun fyrir fólk að vinna saman, þó það sé að sama kyni, sko. Þannig að það er bara,
mikilvægt að vanda sig, sko. Já. Er það ekki bara góð loka orð hjá okkur? Jó, Hérna, mikilvægt að vanda sig. samskiptin eru nefnilega, Mikil áskorun. Þetta er áskorun. Já. En hérna, að leggja sig fram við að standa sig vel í þeim, þá verður allt svo miklu betra, auðvitað. Vist það frábær loka. Takk Takk æðislega fyrir, Herdís. Gaman að vera með þér. Takk.